Arna, það að byrja málþing á miðvikudögum hér í Glerárkirkju. Í hverju felast þessi málþing? Já, við ætlum að fjalla réttlæti núna næstu 4 miðvikudagskvöld í Glerárkirkju. Þetta hluti af fræðslukvölda prógramin okkar hér í Glerárkirkju og sem í samstarfi Eyjafjarðarprófastsdæmi. Og núna ætlum við semst að fjalla réttlæti og það þannig að við skipuleggjum þetta þannig að við fáum fyrirlesara sem kemur og fjallar eitthvað ákveðið þema, það mismunandi þema á þessum 4 kvöldum. Og síðan höfum við ákveðið að fá til samtals fólk sem ætlar að taka þátt í bæjarpólitíkinni hér á Akureyri, fólk sem í framboði fyrir flokkana hér til sveitarstjórnarkosninga í vor. Af því að við viljum fá upp samræðu við þetta fólk þetta stóra og mikla málefni sem réttlæti í samfélaginu. Okkur finnst það mikilvægt að ræða það núna fyrir kosningar. Bæði til þess að kannski fá að heyra hvaða skoðanir þau hafa á réttlæti og hvaða hugmyndir þau hafa, en líka til þess kannski að gefa þeim tækifæri til þess að heyra raddir okkar bæjarbúa hvað okkur brennur á hjarta í sambandi við þessi málefni. En svo næstu 3 miðvikudagar þar eftir, hvað gerist þá? 12. mars þá verið að fjalla fátækt og kannski eru viðbrögð fólks að fátækt varla til Akureyri, en því miður þá fátækt á Akureyri og við spyrjum okkur fátækt, misskipting auðs og við erum með skýrslu sem að var gerð í fyrra sem heitir Farsæld og í henni kemur margt fram misskiptingu gæða á Íslandi. Ég starfaði með jólaaðstöðinni hér á Akureyri jólin og þá heitti ég ýmsa sem höfðu ótrúlega lágar árstekjur. En svo erum við líka að tala jafnrétti og jafnræði og það náttúrulega eitt af því sem að skiptir okkur mjög miklu máli að við öll höfum sömu tækifæri í lífinu, hvort sem að við erum karlar eða konur eða ung eða gömul, að fá að vera með á jafnréttisgrunni og velta því fyrir okkur og geta spurt hvernig því háttað hér á Akureyri. Og svo í lokin þá ætlum við að velta fyrir okkur einstaklingshyggju og samfélagslega ábyrgð. Og það nú stórt mál hjá okkur, þetta með samfélagslega ábyrgð. Við erum að borga skatta og við viljum, eða ég segi fyrir mig, ég vil borga skatta til að okkur öllum líði vel, því að það ekki gott að það sé mikil breidd á milli fólks, það skapar bara óróleiki í samfélaginu. Og þetta með samfélagslega ábyrgð, maður horfir þá líka á ábyrgð eða á einstaklingshyggjuna sem hefur út af fyrir sig verið að aukast mjög mikil og þú bara að hugsa sjálfa þig og enga aðra. Það viðhorf erum við ekki að samþykkja. Þið ætlaði að fá viðhorf frambjóðandanna hér á Akureyri til þessara mála. Hvernig hefur þetta gengið áður? Hvernig hefur þáttakan verið hérna á þessum málþingum? Það bara mjög misjafnt eftir því kannski hvað til umfjöllunar. Stundum eru málefnin kannski höfða til þrengri hóps. Við vorum hér með fyrir nokkrum misserum, þá töluðum við þjóðgildin, fjölluðum bókina Gunnars Hersveins. Þá fengum við líka fulltrúa og bæjarpólitíkinni með og það var mjög skemmtilegt og það nefnilega svo mikilvægt að við tölum saman að kirkjan sé ekki bara að fjalla sín hugðarefni og svo einhverja aðrir að tala pólitíkina og enn aðrir kannski þessi stóru mál eins og til dæmis mannréttindi sem við ætlum að fjalla í kvöld. Þá kemur Margrét Steinarsdóttir hér framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands og það svo mikilvægt að við tölum öll saman þessi mál og fáum upp samræður sem að skila sér held ég bara í betra samfélagi fyrir okkur öll. Fyrsti sem kemur það Halldór S. Guðmundsson og hann framkvæmdastjóri öldrunarheimilina á Akureyri og hann talar fátæktina. Nú Kristín Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu, hún kemur og talar jafnrétti og jafnræði. Og svo lokum þá það Ágúst Þór Árnason sem að kemur og fjallar einstaklingu og samfélagslega ábyrgð og hann vinnur hjá Háskólanum á Akureyri.